Það gaman að vera hér með ykkur í kvöld. Ég hef unnið með Höllu í næstum því 17 ár. Við vorum samstarfskonur við Háskólann í Reykjavík. Við unnum að verkefninu Auður í krafti kvenna og seinna þá fór ég með henni í ævintýri sem hét Auður Kapital sem var fyrirtæki helgað því að setja kvenlega gildi eins og áhættumeðvitund og samfélagsábyrgðin í fjármálageiranum og það var ekki vanþörf á, ekki síst á þeim tíma sem Auður Kapital var stofnað. En Halla, hún talar alveg fyrir sig sjálf, en mér langar samt að segja ykkur. Ég hef horft í kringum mig og það vandfundin kona með viðmikla reynslu og bakgrunn og Halla. Og það svo sannarlega ánægilegt að hún skulle gefa kost á sig við þessa vegferð og þetta starf. Það ekki sjálfgefið. Það fyrsta sem ég sagði við hana þegar við fórum að ræða þetta, ég sagði Halla, þú hefur svo margt að velja. Af hverju að fórna sér í samfélagsþjónustu? Þegar þú getur tekið hvaða starf sem ekki bara hjá Íslandi heldur víðum heim. Halla hefur ekki bara unnið uppbyggingu Háskólans í Reykjavík, hún hefur starfað víða. Hún var lengi í Bandaríkjunum, manneskjur hjá mörg þúsund manna alþjóðlegu fyrirtæki. Og það skiptir máli fyrir það sem býður sig fram í svona verkefni eins og starf forseta að hafa reynslu. Hafa reynslu því að sætta menn og málefni. Það gríðarlega mikilvægt. Hún hefur komið að menntamálum, hún hefur komið að frumkvöldamálum og síðustu árum hefur hún starfað sem alþjóðlegu fyrirlesari og tekið þátt í ýmsum verkefnum tengdum samfélagsmálum og jafnréttismálum. Hún hefur talað á Clinton Global Initiative en það vettvangur sem leitar að skapandi lausnum til að leysa mest aðkallandi samfélagsvandamál okkar tíma. Hún hefur talað á Skólforum sem vettvangur frumkvöla sem ræða það hvernig frumkvölastarf getur gert heiminn betri. Hugmyndir sem að bæta mannlíf og umhverfi. Þar var hún heiðursgestur og talaði í panel ásamt Mary Robinson, fyrrverandi forseta Írlands og ég veit ekki hvort þið vitið það en Mary Robinson hefur sérstaklega lýst yfir stuðningi við Höllu. Ein af fyrstu konum sem var kjörin þjóðleiðtogi í Vestur-Evrópu eftir Óskar Vigdís. Halla líka manneskja sem brennur fyrir málum. Hún kemur hér á Kópavoginum, alin upp á Kársnesinu, kemur af alþýðu heimili dugnaðar fólks, venjulegst íslenskt dugnaðar fólks. Móðir hennar, Kristína Sigurðardóttir, sem hérna í kvöld, sem mín hver eftir. Þannig hún aftast að bekk. Hún einn af fyrstu menntuðu þroskafélögunum og hefur barist ötullega fyrir sjálfstæði búsettu þroskaskerfi. Faðir hennar, Tómas Björn Þórhallsson, sem nú látinn, var pípulagningameistari, frumkvöður, dugnaðar fólkur. Ég kynntist Höllu ekki fyrir hún á fullorðinsárum, en mér finnst skína svo augljóslega í gegn að hún kemur af fólki á heimili þar sem dugnaður, væntumþykja og náunga kærleikur var hafður í heiminum. Þetta eru svona grunnþættirnir í Höllu. Hún dugleg en hún kærleiksrík og henni ekki sama fólkið sitt og landið sitt og þess vegna hún þessari vegna. Hún brennur fyrir mörg málefni og ég held að jafnrétti sé eitt það stærsta. Hún segir ykkur betur frá því en ég held að verkin tali sínu máli. Auður í krafti kvenna, Auður Kapital, hún stóð í fyrra fyrir ráðstefnunni Víg í Hörpu þar sem hún leiddi samtal brúum kynjafilsins og hvernig við Íslendingar gætum verið fyrst til að brúa kynjafil. En ég held að segja ekki neina bíða á frambjóðandi hennar svið, heyra hvað hún hefur að segja. Ég held að við gætum verið virkilega stolt af henni. Hún hefur farið allan heim og hvar á því sem hún kemur tekur fólkinni vel því að hún kann að sætta menn og málefni, hún kann að mála framtíð. Halla, gjörðu svo vel. Þetta líka í fyrsta skipti sem ég stend fyrir framan hóp og verða eiginlega feimin. En takk, elsku Þórana, við erum búin að vaða svo margar eldin og brennisteininn saman að ég kemst á enga síður við. Takk fyrir fallega kynningu, ég á örugglega ekki allt þetta skilið. Heyrið í mér. Ég var að hugsa til þess að hún var að fara þessum lópsorðum mig hversu erfitt að standa upp á eftir því. En þá var mér að hugsa til þess að okkar ágæti landsliðsmaður Gylfi Sigurðsson stóð á vítateig fyrir framan alheim og systir hans hérna í kvöld og við vorum að ræða þetta og hann stóðstundu því þannig að ég hlýt að geta staðið hérna með fyrir Gerðarsafni og ekki orðið mig til skammar og reynt að standa undir þessum miklu væntingum sem að ég upplifði hérna. En ég þakka ykkur öllum fyrir að koma í kvöld og gefa ykkur tíma til að kynnast mér og mínum áherslum og minni sýn á embætti forseta Íslands.
Þórunn hefur sagt ykkur svona í stórum dráttum hvað ég hef verið að gera og hverja manna ég Ég ætla aðeins að bæti í það því að ég búin að læra að fólk vill vita hvaðan maður kemur og hvernig maður gerður. Og ég afskaplega þakklátt að koma af heimili þar sem var mamma, lítil kona með risastórt hjarta og pabbi, stór maður með risastórar hendur sem að kenndu mér einhvern veginn sameiginlega að vera dugleg og hafa líka verið ekki saman. Að þykja vænt náungan og samfélagi sem ég alveg upp í. Pabbi vann sem sjálfstæður atvinnureikandi, hann ræktaður á Skagafirði, fæddist á Hofi í Hjaltadal en var munaðarlaus 8 ára gamall, þegar var vinnumaður í sveit 8 ára gamall. Og ég segi stundum svona til að slá á léttar nótur að pabbi fékk ekki nóg að bóla þegar hann var alast upp, það var erfið ævi og það var ekki sjálfgefið að hann gengi í skóla. Þannig að hann gerði tvennt, hann lét okkur flytja í götuna á móti Kársnesskóla til þess að ég þurfti ekki að ganga langt í skóla, hann þurfti að ganga 5 km og ég þurfti bara að ganga yfir götuna. Og svo sagði hann mér að klára alltaf matinn að disknum mínum og ég bý ennþá ekki. Mamma kendi mér að vera ekki sama fólkið. Pabbi sem sagt var með eigin atvinnurekstur og endaði svo starfsæðina sem húsvörður við Sunnuhlíð þarna á Kársnesinu og talaði mikið að vera ekki sama eldra fólkið. Sérstaklega þegar hann greindist með krabbamein 3 vikum eftir efnahagshrunið haustið 2008 og dó viku síðar. Erfið lífsreynsla og kennir manni að setja ýmislegt í samhengi. Efnahagshrun versus að tapa lífinu og hann ætlaði þá akkurat að fara hægt að vinna, var 970, þá búin að eiga erfiða ævi alla ævi en hann fékk ekki meiri tíma. Þannig að við svona lífsreynslu þá vegur og endurmetur margt í lífinu. En hann var síðustu samtölum sem áttur, þá minntist hann ofta á að efnahagshrunið mætti ekki verða til þess að þeir sem hafa skilað af sér erfiðri starfsævi fengju ekki notið áhyggjulaus ævikvöld. Og ég brenn fyrir það og eitt af því skemmtilegasta sem ég hef gert á þessari vegferð sem ég bauð mig fram að hitta eldri borgara. Það hefur verið einstakt. Mamma hefur alla tíð barist fyrir því að við hugsum þá sem minna mega sig. Hún barist fyrir sjálfstæðri búsetu og tækifæri þroskaskertra til að vinna og það var alltaf þannig að það var alltaf svo mikið pláss hjá mömmu fyrir hvort sem það voru vinir okkar systra eða þeir sem minna máttu sem engin annar hafði pláss fyrir. Og þess vegna segir Guðmundur Hafkelsson vinur minn til langstíma alltaf Sjana sér sína. Mamma heitir sem Kristjana og alltaf kölluð Sjana. Hún aldrei kölluð annað en Sjana sér sína hjá mínum vinum. Hún stendur sveitt við baksturinn alla daga liggur við ásamt mörgum góðum vinkonum og ættingjum á kosningaskrifstofum okkar í Hæðarsmára. Og ég þakklát fyrir þennan uppruna, ég alin upp á þessu fólki, það gerði mig að því sem ég var. En ég líka alin upp á Íslandi þar sem mér var sagt að mér væru allir vegir færir. Amma mín sagði mér það ekki síst, en hún ættuð af Vestfjörðum og öll mín móðurfjölskylda. Mamma alin upp á Djúpuvík og Ströndum, þannig að ættirnar liggja vestur og norður í Skagafjörðin. Og ég var send í sveit til að læra að vinna og fisk í Neskaupstað þegar ég var unglingur og svo seinna fóru ég og æskuvinkona mín á Djúpavog og unnum í fiski, þannig að maður læriði að vinna, læriði að vera duglegur og það þurfti líka á mínu heimili. En það var alltaf einhvern veginn að öll tækifæri voru manni opin, sama í hvaða aðstæður maður fæddist. Ég hef haft vaxandi áhyggjur af því í langan tíma og í rauninni frá því löngu fyrir efnahagshrun að það hafi breyst í íslensku samfélagi og það tel ég ekki vera til góðs. Ég held að Ísland eigi að vera í fararbroddi í heiminum ekki bara hvað kynjajafnrétti varðar, heldur jafnrétti fyrir alla og jöfn tækifæri fyrir alla. Það á að vera okkar eðalsmerki ekki bara vegna þess að það er réttlætismál, heldur vegna þess að sterkasta samfélagið er byggt þannig upp að allir fái að blómstra. Og þannig verður Ísland einungis sterkt að mínu mati. Við erum 330.000, við getum virkað margfalt fleiri þegar allir fá að blómstra og við stöndum saman. Og ég upplifði þetta nýlega, við fjölskyldan fórum á leik á EM, fyrsta leikinn gegn Portúgal og ég fór þar í nokkur fjölmiðlaviðtöl og allir sögðu 10% af þjóðinni eru stödd hérna, 30.000 Íslendingar, en við vorum bara 8.000. En þegar við stöndum saman og erum með sameiginlegt markmið og allir snúa bökum saman, að þá einhvern veginn verðum við miklu stærri, meiri og kraftaverkin eru möguleg. Þannig að ég ætla svolítið að tala þessi jafnréttismál í víðara samhengi fyrir kynjajafnrétti þó ég hafi í 17 ár lagt mjög miklu áherslu á það. En það er vegna þess að helmingurinn af því sem við höfum úr að spila eru stelpurnar okkar og konurnar okkar og við þurfum að vinna í því. En síðustu ár hef ég haft alveg jafnmiklar áhyggjur af því hvernig við að fara fyrir strákunum okkar í skóla. Læsi þeirra, einkunnum þeirra,
framtíðarsýn þeirra. Þannig að jafnrétti í mínum huga alltaf það að allir fái að blómstra og við byggjum þannig samfélag að það sé mögulegt. Nú ég svo heppin að hafa getað búið á heimili sem að jafnrétti var mögulegt fyrir mig því ég giftist vel. Maðurinn minn Björn Skúlason sem þarna stendur úr Grindavík. Við eigum 2 börn, við eigum stelpu og strák, þau eru 12 og 14 ára. Auður Ína, stelpan okkar, þarna aftast, má vinka. Og hún heitir Auður Ína. Og það nú ekki síst fyrir hana sem að Auður í krafti kvenna og Auður Kapital og annað sem maður hefur verið að fást við hefur verið svona sterkt í okkar lífi. En það að eiga stelpu og strák gefur manni mikla innsýn inn í það svona mörgu fleti sem eru á þessum kynja málum og umræðinni í kringum það. Og til dæmis með fótboltaliðið, með fullri virðingu fyrir strákunum okkar, þá komust stelpunar okkar á EM löngu og undan strákunum okkar við tókum aðeins minn eftir því. Og þegar ég var á landsleik með stelpunum okkar og þær unnu 8-0, þá voru mun færri og það var minni athygli. Og í forsetaframboði á þetta líka við og þess vegna ég afskaplega þakklát fyrir þá sem að gefa sér tíma og kynna sér frambjóðendur og hugsa með haus og hjarta áður en þeir fara með hendurnar inn í kjörklefa og velja sinn frambjóðanda. Ég veit að ég hef allt fram að færa til þess að vera góður forseti, en ég veit líka að lýðræðið gengur út á það að fólk velji og ég treysti þessari þjóð vel til þess að velja vel. Og ég treysti þessari þjóð líka til þess að velja ekki samkvæmt skoðanakönnunum eða eins og sumir myndu segja skoðanakönnunum, heldur hreinlega að kynna sér almennilega frambjóðendur. Það hefur ekki gefist eins mikið tækifæri til þess að við frambjóðendur fáum að ræða saman, til dæmis í sjónvarpi eins og ég hefði viljað. Ekki mín vegna, heldur ykkar vegna. Og þess vegna eru svona fundir ótrúlega mikilvægir til þess að fá að kynnast hver maður Það hins vegar skemmtilegast að tala við fólk það sem að brennur á því. Þannig að mér finnast skemmtilegustu fundirnir þar sem að ég fæ að henda spurningum til ykkar og svara því sem á ykkur brennur. Frekar en að halda langar ræður. En ég vil þó segja ykkur að svona nokkra hluti mig og ég held að þið svona aðeins fengið að kynnast hvaðan ég kem og hvernig ég alin upp og ég alin upp hérna Fáskrúðsfirði og ég bý þar í dag ásamt fjölskyldu minni. Og við eigum eitt barn í viðbót sem mjög móðgað að við höldum allavega, maður segir ekki frá honum, en við fjölskyldan eignumst hund fyrir rúmlega ári síðan og það erfiðasta uppeldisverkefni sem við tekist á við. Og það svo erfitt að við urðum að ráða mömmu í vist þegar ég fór í framboð fyrir hundin. Hundin í sameiginlegri vist í hverfinu en hundurinn síðan sér hann líka. Þannig að þetta fjölskyldan okkar. Bjössi rekur Nóatúnsverslunina við Austurveg í dag. Hann heilsukokkur eftir að hafa verið í stjórnunarsamfræðinámi áður og hann eins og ég vann í fjármálageiranum, tryggingarmiðstöðinni fyrst og svo í fjármálageiranum með okkur í Auði. En við ákváðum bæði fyrir 2 árum síðan með það að venda kvæði okkar í kross og láta draum okkar rætast. Og þá fór Bjössi í heilsukokkanám og ég fór að einblína á það að reyna að breyta heiminum. Ég hef alltaf verið að reyna að breyta heiminum. En þeim meira sem að ég var út í heimi að tala af stolti af því að standa á öxlunum á íslenskum konum sem að ruddu brautinu og gerðu stelpum eins og mér fært að láta mig reyna að sjá fyrir mér einhver markmið í lífinu. Og ég var svo þakklátt fyrir þær og ég þakka alltaf fyrir þær. Alveg frá Auði Djúpúðgu í Bríeti Bjarnhéðsdóttur ég þakklátt fyrir þessar konur sem koma undan. Og ég á afmælisdegi móður minnar upplifði 7 ára gömul hvað samtakamáttur kvenna getur verið magnaður. En þá fóru konur í verkfall 24. október 1975. Og þær og mennirnir sem studdu þær byrjuðu að breyta heiminum á ótrúlega magnaðan og jákvæðan hátt fyrir okkur alla. 5 árum síðar höfðum við fyrst þjóðarhumrekki til þess að kjósa konur sem forseta. Og 3 árum eftir það var kvennaframboðið sem veitti stjórnmálum fyrir okkur. Þegar ég kom í Háskólann í Reykjavík eftir langa dvöl erlendis, 10 ár í Bandaríkjunum, og ég tók þátt í að byggja þann skóla upp og það var fyrst leitað til mér að leiða verkefni Auður í krafti kvenna, þá var ég mjög hugsi. Ég var nefnilega búin að takast á við það að hafa áhrif og hafa völd með því að reyna að leika karl. Og þetta segi ég að fullri virðingu, mér gekk vel að gera það. Ég hef nefnilega áhuga á fótbolta og það hjálpar mjög mikið fyrir kona í karlaheimi og ég gat alltaf bjargað mér á því. En staðreyndin að ég var orðin 30 áður en ég byrjaði að hleypa það sem ég myndi kalla betri hliðinni út á sjálfum mér. Í gegnum Auði í krafti kvenna og í gegnum það að verða móðir. Og ég trúi einlæglega á það að bæði konur og karlar þurfa að fá að vera eins og við erum, en að samfélag okkar sé sterkara þegar
báðir sitja við borðið og báðir taka samtalið og bæði kynin taka ákvarðanir. Þannig að ég brenn fyrir jafnrétti raunverulega, en það stærra hugtak heldur en bara kynjajafnrétti. Fjárhagsleg staða, aldur, uppruni, búseta, þetta ekki þættir sem eiga að ráða för tækifærin sem í íslensku samfélagi. En að mig langar til þess að vera forseti sem að beiti mér fyrir þeirri sýn, í ræðu, í riti, en ég vil ganga lengra. Ég var ein af þeim sem stóð á þjóðfundi árið 2009 og þá kom slembiúrtak þjóðarinnar saman og ræddi það hvers konar samfélagi við vildum búa í. Það kom svo skýr og falleg sýn fram. 1500 Íslendingar á öllum aldri, alls staðar á landinu úr öllum starfsstéttum töluðu saman í einn dag, launalaust, framtíð Íslands og gildin í samfélaginu. Og við urðum sammála að vilja búa í heiðarlegu og réttlátu samfélagi sem setur jafnrétti og virðingu hvort fyrir öðru og opnu. Þetta samfélagi sem ég vil búa í og ég tengi við. En við höfum ekki tekist á við það verkefni eins vel og við höfum ráðist í efnahagslega verkefni að endurbyggja Ísland eftir hrun. Það hrundi svo miklu meira og mikilvægara heldur en efnahagurinn, svo það hafi verið erfitt verkefni. Það hrundi traust, það hrundi samstaða, það hrundi bjartsýnið og við mistum mörg hver trú á framtíðinni. Og í dag mikið af unga fólkinu okkar að velja að búa annars staðar og það vaxandi. Og ungt fólk á öllum aldri reyndar að velja. Og í þannig samfélagi og í þannig andrúmslofti náum við aldrei aftur að blómstra. Og ég vil að við náum að blómstra. Á grunni góðra gilda, það afskaplega mikilvægt, en við eigum að geta verið stolt af því að vera Íslendingar. Hér allt til staðar til að búa til slíkt samfélag. En ég held að við sem þjóð þurfum að setjast niður saman á fleiri þjóðfundum. Þannig að sem forseti myndi mig langar til þess að halda fleiri þjóðfundi, árlega þjóðfundi allavega til að byrja með, og tala framtíðarsýn okkar í stórum málaflokkum sem varða hagsmuni okkar allra. Þá ég ekki að tala pólitísku málum, ég að tala langtíma sýn í málum sem að skipta okkur öll máli. Ég langar til að gefa ykkur eitt dæmi. Eftir hringferð okkar landið og heimsóknir við fólk á öllum aldri, þá hef ég vaxandi áhyggjur af því að aukning ferðamanna í landinu sé að eiga sér stað nokkuð stjórnlaust og jafnvel hugsunarlaust. Að við séum ekki búin að eiga samtal hvaða áhrif þetta hefur á okkar samfélag, á okkar náttúru og á okkar innviði. Og að við séum ekki vegna þess að við þrætum svo mikið búin að finna lausn á því að hafa af því viðbótartekjur til þess að byggja upp innviði, vernda náttúru og tryggja að samfélagið okkar ná ennþá að vera það góða samfélag sem við viljum búa í. Ég sé fyrir mér þjóðfund þar sem við ræðum þetta. Ég sé fyrir mér þjóðfundi önnur svona mál og ég tel að Bessastaðir séu rétti staðurinn til að standa fyrir slíku því að forseti eini fulltrúinn sem fyrir okkur öll. Aðrir stjórnmálamenn vinna vissulega gott og mikilvægt starf, en traust á Alþingi því miður mjög lágt og því miður horft til skamms tíma, eða 4 ára eða skemmur í allri umræðu. Við þurfum að horfa til lengri tíma og ræða þessi stóru mál. Og þarna held ég að Bessastaðir geti haft raunverulegt og áþreifanlegt hlutverk. Og ég sé fyrir mér að þessi þjóðfundir séu í beinni útsendingu og að fólk getur tekið þátt í umræðum á netinu og með nútíma tækni. Og svona held ég að samtal og umræði geti hjálpað okkur að byrja að byggja upp trú á framtíðinni, móta framtíðarsýn og byrja að treysta hvort öðru. Svona held ég að við fáum á endanum samfélagi sem við viljum búa í. En því miður held ég allt mörgum Íslendingum líður þannig að það sé komin gjá á milli þings og þjóðar eða þess sem við viljum og þess sem að gerast. Og það ekki gott samfélag, en ég held að við getum gert það. Og eftir að hafa heimsótt fólk á öllum aldri allt land og hitt fjöldafólks á fundum eins og þessum og allt samtal, þá bara finn ég að viskan og vitið alveg til í þjóðinni. Vilji allt sem það. Og þetta dálítið hugrekki. Við þurfum að ákveða að það séu tímamót núna þegar við stöndum 101 ári eftir að konur fengu kosningarétt og allar þessar breytingar áttu sér stað á 100 árum. Hvað ætlum við að gera á næstu 100 árum? Hvers konar samfélag ætlum við að búa til? Ég held að það sé stór spurning og ég trúi því einvænlega að árið 2016 munum við velja forseta sem mun hjálpa okkur við það og við munum kjósa í þingkosningum í haust fólk sem hjálpa okkur við að fara fram á við. Við höfum tekið 8 ári að vinna á efnahagshruninu í Excel, eins og ég leyfi mér að kalla það. Það kominn tími til að fara í það sem skiptir raunverulega máli líðan okkar allra og það hvernig okkur líður í þessu samfélagi. Það kominn tími til að byggja upp traust og tala þau grunngildi sem við viljum byggja þetta samfélag á. Þetta það sem ég brenn fyrir og svona forseti vil ég vera.
Það margt annað sem forseti þarf að gera og það rætt, það reyndar rætt í þessum forsetakosningum miklu meira fortíðina heldur en framtíðina. Þau rætt meira ISIL og þorskastríðin heldur en, sumir hafa fengið meiri tækifæri til að ræða þau, ekki til að gera lítið úr þeim málum, heldur en framtíðin og okkar sýn á það hvers konar forsetar við viljum vera. Ég vona að þessi síðasta vika fram að kosningum fari meira í að ræða framtíðina, eða nútíðina til framtíðarinnar. Því það sem við gerum í dag, það ræður því hvort að unga fólkið okkar, börnin okkar, barnabörnin okkar, velji að búa hér og geta átt gott líf hér. Og það ræður því hvort að við getum hugsað vel eldra fólkið okkar. Því ef unga fólkið okkar velur ekki að búa sér líf hér, skapa verðmæti hér og leggja sitt af mörkum hér, þá getum við ekki séð heilbrigðiskerfið, eldra fólkið, velferðarkerfið eða neitt annað. Þannig gengur samfélagið einhvern ekki upp. En þarna ég búin að líka spurningum og það sem sagt ekki til erfiðar spurningar. Ég hef frá upphafi framboðsins svarað öllum spurningum sem ég fæ af bara heiðarleika og æðruleysi. Það engar vondar spurningar til mig henda hverju sem fram. Þessi flesta spurningar sem ég fæ, ef ekki allar, ég næ ekki alveg annað í núna en á vefsíðu framboðsins, Halla 2016, og ég hef vikulega verið með beinar útsendingar á Facebook og tekið við spurningum í beinni útsendingu líka og ég geri þetta áfram og í skilaboðum. Þannig að ef þið þorið ekki að spyrja núna, þá eru margar aðrar leiðir færar til þess að spyrja hverju sem á ykkur kann að brenna. En ég treysti því að það sé fullt af hugröngu fólki í salnum og á ykkur brenni jafn mikið og öllum öðrum fundum sem ég hef átt. Og þannig að ég ætla bara að láta þessari einræðu lokið og reyna að henda þess út í meira samtal og ég spyr kannski ykkur bara þessara stóru spurningar: hvernig samfélag vilt þú? Sem spurningin sem ég held að við ættum öll að vera velta fyrir ykkur í dag á þessum tímamótum. Þóran ætlar að hjálpa til því að hún líka að taka við spurningum. Við erum í beinni útsendingu, allavega síðast þegar ég vissi það ekki veitist. Við erum í beinni útsendingu núna, þannig að það kann að vera að koma spurningar annars staðar frá líka. Við erum að reyna að nýta okkur tæknina til að vera aðgengilegt framboð og þannig að allir óháð búsetu geti fylgst með okkur og við höfum fengið mikið hrós frá Íslendingum búsetum erlendis sem að fá þetta tækifæri til að fylgjast með þó að ekki sé að koma á staðinn. Þannig að hvað sé ég hendur? Gamli kennarinn komin í hafnirna. Ekki allir í einu. Það má líka spyrja hvernig var á leiknum Ísland-Portúgal. En þá get ég ekki hægt að tala. Það var rosalega gaman. Höfum við ekki einhverja spurningar í salnum? Er ég alveg búin að... Það var þó mikið. Má ég koma með eina svona öðruvísi spurningu og þakka fyrir þetta alla. Það var frábært að hlusta á mig og ég gleðst yfir að vera hér og taka þátt í þessu og fá að heyra í þér. En þú hefur verið að fara út á land og það er svo oft verið að tala einhvers konar gjá á milli höfuðborgarsvæðis og fólksins út land. Og þess vegna langar mér svo að spyrja þig, færðu öðruvísi skilaboð frá fólkinu út land sem að þú ert að hýsta eða öðruvísi spurningar? Bara við finnst alltaf að það sé svo áhugavert að fá að vita það. Já, takk Rannveig fyrir góða spurningu. Heyrðu allir í henni? Heyrðu allir í Rannveigur? Annars að við endur það komin að spyrja hvort ég fái öðruvísi spurningar út á landi og hvort það sé öðruvísi andrúmsloft og aðeins að tala um togstreitu. Og það togstreita, ég ætla bara að segja ykkur alveg svo að næstu því allstaðar, kannski minnst á Akureyri, en næstu því allstaðar sem við höfum farið, hefur verið talað þessa gjá á milli landsbyggðarinnar og höfuðborgarsvæðisins. Og já, þannig að ég fæ töluvert aðrar spurningar og það eru töluvert aðrar áherslur. Það kom mér til dæmis mjög á óvart þegar við hófum okkar hringferð hvað þessi aukning í ferðaþjónustu brann mikið á íbúum landsbyggðarinnar. Og allt í kringum samgöngumál þar af leiðandi kemur ansi oft upp, en líka heilbrigðismál, aðgengi að menntamálum, og bara litlir hluti sem að ég hafði ekki alltaf velt fyrir mér og þess vegna þetta svo hollt. Ég heldur þetta ekki bara allir að fara í forsetaframboð því að þetta svo hollt að fara og kynna sjálfu sér og samfélaginu svona. En til dæmis foreldrar sem sögðu við mig, við viljum að börnin okkar geti gengið menntaveginn og hvaða iðnmenntun eða hvers konar menntun sem það er. En það er ekki aðgengi að þessari menntun hér og þetta er kannski sérstaklega til dæmis iðnmenntun, þú lærir það ekki í fjarnámi. En við höfum bara einfaldlega ekki efna á að leigja íbúð í Reykjavík því það er alveg svo dýrt til að barnið okkar geti verið á höfuðborgarsvæðinu að læra eða á Akureyri og það hefur meðal annars gerst vegna aukningar í ferðaþjónustu. Þannig ég nefna bara eitt lítið dæmi þarna en það er ekki bara ungt
fólk hér á höfuðborgarsvæðinu sem að hafa áhyggjur af því hversu erfitt að leigja og eða kaupa húsnæði, koma öruggu þaki yfir höfuðið. Heldur allt land hefur þetta til dæmis áhrif á menntatækifæri. Óléttar konur sem að búa við þær aðstæður að samgöngur eru jafnvel þannig að þær þurfa að kosta til og hafa mikla fyrirhöfn og hugsa sér vel hvort þær geti verið óléttar og eignast börn því það ekki lengur í boði þeirra heimabyggð og þetta víða mjög erfitt. En það sem að við kannski standa upp úr, það svo margt sem ég geti talað sem ég lærði á landsbyggðinni, það einhverjum tvennt sem ég vil sérstaklega vekja athygli á. Eldri borgarar út á landsbyggðinni virkur á mig almennt sem ánægðir. Almennt eldri borgarar okkar eru mjög þakklátt kynslóð. Kannski síðasta þakkláta kynslóðin, sagði ein starfskona á heimili eldri borgara. En eru svo þakklátt og þau eru svo þakklátt þegar hún kemur í heimsókn og þau hafa svo mikið áhuga á að hlusta á því, tala við því, segja sögur, heyra sögur, syngja, dansa og vita hvað annað. Og það alveg stórkostlegt að fá að heimsækja þau. En einhverja hluta vegna upplifi ég út á landi sé jafnvel hamingja þeirra meir. Svo ég hef verið mjög hugsi yfir af hverju það Og niðurstaðan mín að eldri borgarar sem að búa í minna samfélagi, þeir komast oft fyrr að meðan þeir hafa jafnvel betri heilsu. Þetta allavega svona, ég get ekki byggt þetta á alveg hörðum gögnum en virðist vera. Og þeir koma inn í samfélag, þar sem þeir eiga vini og tilheyra og samfélagið sækir þá heim og eyðir með þeim tímum. Ég ætla að nefna dæmi. Á Akureyri eru menntaskólanemar frá menntaskólanum á Akureyri eiga félaga á Hlíð, heimili eldri borgara. Þannig að þegar ég kom þangað í vöfflukaffi, þá sátu saman verðandi stúdentar úr Emma og eldri borgarar að ræða allt mögulegt og ómögulegt, allt á milli himins og jarðar. Og þar kom til dæmis 97 ára gamall maður til mín, kynnti sig sem aldursforsetann á staðnum og bauð mér í dans og söng undir. Og hann var svo hress að ég hélt bara að hann væri að plata mig þegar hann sagðist mér 97 ára. En svo kynnti hann mig fyrir besta vini sinum sem hann var að ræða við skák þessa mundir og það var nemandi úr menntaskólanum á Akureyri. Og þetta var eitthvað svo fallegt við þetta. En svo ég taki nú til varna fyrir höfuðborgina þegar ég kom á Hrafnistu þar sem amma mín Ína Jensen var, að þá kom sá sem að sagðist vera elstur þar, ég ekki alveg sem að rétt hjá hann, og sagðist hafa heyrt að ég hefði dansað fyrir þann elsta á Akureyri og bauð mér upp í dans og söng undir og einhvern harmoníku þar til viðbótar. Þannig að það allstað gaman að heimsækja eldri borgara. En þetta finnst mér að tilheyra samfélagi og það stöðuleiki í starfsfólki og þess flæði á milli aldurshópa í samfélaginu sem gerir það. Þetta sem merkilegt. Fyrir sömu ástæður hitt sem merkilegt að ég merki allt land aukinn áhuga ungs fólks að koma aftur heim. Og meira segja húsnæðisvandi víða, vegna þess til dæmis í Vestmannaeyjum, á Djúpavogi, þar sem ég var í fiski, skortir einfaldlega húsnæði og það ungt fólk að koma aftur heim. Og þá fór ég að hugsa af hverju það. Og það eiginlega fyrir sömu ástæður, að lífið einfaldara og hamingjusamara oft í minni samfélagum, þar sem samfélagið tekur þátt saman í að hjálpa staðarþróst með börn og íþróttir og allt þetta. Og þú ert ekki bara að keyra og sækja allan daginn eins og við erum að gera í höfuðborginni. Þannig að lífsgæði eru líka fólkin í því að búa og þetta finnst mér mjög jákvæð merki. En það frumkvöðlastarfsemi fyrst og fremst að mínu mati sem að laðar unga fólkið aftur heim. Frumkvöðlastarfsemi í kringum ferðaþjónustu og alls konar önnur tækifæri sem eru að verða til allt land. Við getum haldið langa ræðu hversu spennandi mér finnst að við förum að kenna miklu meira frumkvæði og sköpun. Því það eru endurnýjanlegar orkulindir sem að endalaust. Og ég held að í því búi mikil tækifæri til okkur. Þannig ég veit ekki hvort að þetta svari nógu vel. Ég sem sagt bjartsýn og leyfi mér að vera bjartsýn á landsbyggðina og ég held að Ísland verði sterkara ef að við höldum öllu landinu í byggð. Þá blómstrar ferðaþjónustan frekar en við þurfum auðvitað að hafa spennandi atvinnutækifæri, við þurfum að hafa húsnæði og við þurfum að hafa jákvætt andrúmsloft. Það þarf jafnt á landsbyggðinni sem á höfuðborginni. Það forsenda þess að fólk velja að búa þar sem er. Takk fyrir góða spurninguna mér. Nú gaf ég ykkur svo langt svar að ég hef að fengja að hugsa. Það er ein stutt sem kom hérna gegnum netið. Ertu hægri eða vinstri sinnuð? Já, þetta er góð spurning, en ég er ekki vissum að fólk verði ánægt með svarið, því að þetta er svona spurning sem mér finnst ekki hægt að svara. Ég er sem sagt tel að hægri og vinstri séu úrelt hugtök. Og ég ætla bara að leyfa mér að segja það. Ég veit að fólk vill setja mér þetta svona svipað eins og ég held í miður sé þetta afleiðingar því að við reynum alltaf að draga fólk í dilka. Setja það í lið. Þú ert valsari eða þú ert káari, þú ert hægri eða vinstri, þú ert kona eða karl. Við erum alltaf að reyna að raða upp einhverjar andstæðar fylkingar.
Ég bara sammála ýmsum hugmyndum báðum áttum að ég sé það bara ekki einhvers staðar á miðjunni. Alla verða þannig að sjálfstæðismenn hafa ekki síðan missið sinn frambjóðanda og samfylkingarmenn ekki heldur og engin annar stjórnmálaflokkur. Það engin stjórnmálaflokkur á bakvegni og það engin fjölmiðill á bakvegni. Ég hef kosið 3 ólíka stjórnmálaflokka ævilega og ég kýs fólk. Alveg svo þegar maður býr til fyrirtæki eða býr til nýtt teymi eða setur saman fótboltalið eða þetta allt spurning fólk. Þannig að ég hef bara leyft mér að horfa á menn og málefni ef ég má leyfa mér að segja það og kosið með haus og hjarta. Og ég held að við ættum öll að gera það og ég held að framtíðin verði meira persónukjör. Og ég vona það. Ég vona það sjálf. Ég pólitískur flóttamaður í dag. Ég veit ekkert hvað ég á að kjósa næst í alþingiskosningum og ég er ekki ein það. Ég held reyndar að stór hluti Píratafylkisins séu pólitískir flóttamenn. Svo kallar ég leyfi mér að segja það. Stjórnkerfið okkar, við þurfum að skoða hana og hafa hugrekki í að ræða pólitíska kerfið okkar. Því gott fólk getur eiginlega ekki hugsað sér Alþingi sem vinnustæði, það allt of margir segja það alltaf. Og 7% þjóðarinnar treystir Alþingi í dag. Og 7% þjóðarinnar treystir viðskiptalífi. Þetta ekki alvarlega tölur og nógu alvarlega til þess að við sjáum að við þurfum að gera breytingar, þá veit ég ekki hvað. Þegar við vorum samfélag þar sem var yfir 90% á öllum. Ég hef ekki séð nýlega mælingar fjölmiðla en það hlýtur að vera mjög lágt líka. Allavega mín reynsla það sem ég var. Spurning? Magnús Víkingur ég. Finnst þér almennt að sitjandi forseti eigi að hafa afskipti af því sem gerist í landinu? Landsbyggðarpólitík, kvótakerfinu og göng hér eða göng þar eða yfir höfuð því sem að gerast í landinu? Ég held að sitjandi forseti eða sá sem forseti hverju sinni geti aldrei kannski verið skoðanalaus en ég lít á hlutverk forseta meira sem farveg fyrir þjóðina og vilja þjóðarinnar heldur en farveg fyrir sinn eigin vilja eða sinn eigin geðþótta. Það eiga að vera skýr á milli þess hvaða hlutverk forseti hefur og hvaða hlutverk hvað liggur á vettvangi stjórnmála. En þau mörk hafa orðið máli óskýr. Þannig að varðandi akkúrat þessi mál sem að þú nefnir, að þá tel ég brýnt að við gerum breytingar á stjórnarskrá til að skýra þessa hluti betur. Ég hef áhyggjur af því að það þurfi lögfræðingar og jafnvel fólk sem getur teygt stjórnarskrána til með einhverjum hætti af því að leikreglur samfélagsins sé ekki nógu skýrar. En forseti á ekki að segja að við skulum samþykkja þessa útgáfu eða við skulum gera þetta. Forseti á að reyna að leiða saman hópa og fá sem víðtækasta sátt í samfélaginu breytingar á stjórnarskrá. Því þetta grunnsáttmálinn sem við þurfum öll að lifa saman. En hann á að vera skýr, það eiga að vera skýrar leikreglur. Og hvað varðar auðlindaákvæði stjórnarskrá, ef það fólst í göngin, nei, forseti á ekki að tala hvort það að vera göng eða ekki, en ég vil tala fyrir því að samgöngur geti verið skynsamar. Ég skal koma aðeins inn á þann hlut aftur, en ég fylgjandi auðlindaákvæði stjórnarskrá og þetta löngu tímabært og ég tel að þjóðin eigi að hafa arð af sínum auðlindum, bæði á landi og í sjó. Og það allt til staðar á Íslandi til þess að byggja hérna upp öflugt samfélag þar sem það getur verið gjöfult líf fyrir alla, en það eitthvað að skiptingunni af því. Það bara þannig. En ég held að forseti ekki að segja þetta á að vera svona. Forseti á frekar að reyna að hlusta og leiða fólk saman og hvetja til þess að við klárum að skýra leikreglurnar. En varðandi samgöngumál, þá var ég að segja þetta á einum frumkvöli á Siglufirði, sem með mjög skemmtilega hugmynd, allavega fannst mér þetta áhugaverð hugmynd, samgönguvandann. Hann sagði, staðinn fyrir að vera alltaf að hugsa að breikka vegi og setja, af hverju eflum við ekki flugsamgöngur allt. Byggjum upp þannig að við verðum með flugvell á fleiri stöðum og byggjum upp okkar innanlandsflug meira og færðum fyrir því ansi skemmtileg rök. Þannig að það eru margar leiðir til þess að ræða samgöngur og þetta var skemmtilegt samtal, en ég vil bara við eigum þetta samtal og ég vil vera forseti sem hjálpar okkur eiga samtöl langtíma sýn okkar í málum sem skipta okkur öll máli, en ekki að fara að skipta mér af einstökum framkvæmd einstakra mála. Það á verksviði Alþingis. En þú getur talað fyrir framtíðarsýn sem forseti. Og þú getur talað fyrir því að það skiptir máli að búseta hamli ekki tækifæri fólks. Og þá koma samgöngumál hugsanlega þar inn. Mér finnst það verulegt atriði að sitjandi forseti hafi skoðanir á nánast öllu því sem gerist í landinu. Hann á að rétt eins og sveitarstjóri
hefur áhuga og skiptir sér af öllu sem gerist í hans sveit. Þannig sitjandi forseti að skipta sér af öllu og hafa skoðun á öllu því sem gerist í landinu. Mér heyrði þú hafði það, þá var vel. Ég hef skoðunar á öllu og ekki seint sögur annar. En það þýðir ekki að sitjandi forseti að fara til sínum skoðunum. Það þýðir sko að mínum að þið skiptir máli að þú sett að hlusta á þjóðina. Þetta sá aðili sem situr fyrir hönd allan. Og þess vegna þarftu að búa til aðstæður þannig að sá vilji eigi greiðan aðgang. Það upplifun fólks allt land að það sé einhvern veginn erfitt að finna, eða sko fólk upplifir að lýðræði hafi jafnvel ekki áhrif lengur. Af hverju að því kosningaþátttaka sé að fara svo mikið niður? Vitið það í síðustu kosningum, forsetakosningum, tók bara 40% af fólki í yngsta aldurshópnum það. Það mjög miður. Og það hlýtur að vera af því að fólk að upplifa einhvers konar magnleysi yfir því að hafa áhrif. Það hlýtur að vera. Ertu með spurningar að þessina svolítið að veifa, eða? Já, líka. Ég með fullt af spurningum. Þið verður bara að fara í samkeppni við interneti hérna, eða hérna. Ég ekki að nokka hérna á internetinu, sko, en það hver vegna hérna í salnum? Ég heiti Sverrir Jónsson. Þú komst inn á að halda þjóðfund. Hvaða málefni brennir mest á þér sem þú myndir beita þér fyrir að þið rætta slíkum þjóðfundi? Þau eru ansi mörg, en ég hef sagt að ég telji brýnast á fyrsta þjóðfundi verði þessi framtíðarsýn okkar hvað varðar fjölgun ferðamanna og stefna í því. Og ástæðan að ég fann bara fyrir því hvert sem ég fór allt land, að þá brennur fólk mjög fyrir því að þetta sé að gerast algjörlega stjórnlaust og það sé að eiga sér stað breytingar á okkar samfélagi, okkar náttúru og á okkar innviðum án þess að við nokkuð tíma átt samtal hvenær komið nóg, eða eigum við að hafa einhverja reglur þetta, eigum við að hafa þjóðgarð á hálendinu, eigum við að taka inn skatt þegar fólk kemur inn í landið og þessi umræða, og ég veit að margir myndi líta á þetta sem mjög pólitíska umræðu. Við erum sannarlega búin að þrefa í mjög mörg árum það hvernig við ættum til dæmis að hafa náttúrupassa eða ekki og ástæða þess að við höfum ekki náð að leysa þetta mál að mínu mati að við þrætum allt. Það svo lágt traust að við náum einhvern veginn aldrei að ræða eða leiða mál til lyktar. Ég tel að við þurfum að velja okkur einhvers konar framtíðarsýn í þessum málum, stóra sýn sem til langs tíma. Og ég vona að sú sýn byggja á því að við ætlum að gera þetta á sjálfbæran máta. Ekki þannig að þetta springi framan í andlitið á okkur. En í dag erum við upplifir 30% aukningu á ferðamönnum ár frá ári og það engin langtíma umræða hvaða áhrif þetta að hafa á samfélagið, á náttúruna, á innviðinu. Þannig að ég held að þetta verði spennandi í fyrsta viðfangsefni. Þó þau séu mörg önnur sem ég græn fyrir. Hvað með kópramálið? Þurfum við að ræða þau? Þurfum við ekki bara að klára stjórnarskrárbreytingu? Jú, það Jú. Meirihluti þjóðarinnar löngu orðinn sammála. Það alveg ljóst. Gjörðu svo vel. Aðeins að halda áfram með þessa vikingu að segja. Já. Ég heiti Jói. Margir að þekka mig kannski. Mér langar að spyrja svona í framhaldið sem mamma segja. Finnst þér að forsetinn ætti að hafa völd til að fá okkur breytt? Það allir forsetaframleiðendur að kynna sín málefni, það hlutur breyta, það hlutur gera. En svo segir að forsetinn hefur verið að hluta svo ekki segja sér skoða. Nei, ég var ekki að segja það. Þá hef ég ekki verið mjög skýr ef þú skildir mig þannig. Finnst þér að eigi að hafa völd til þess að fá okkur breytt? Já, takk fyrir spurninguna, Jói, því að þú gefur mér fullkomið tækifæri til að tala mína sýn á völd. Ég hef nefnilega trú á alls konar völd og ég trú ekki síst á áhrifavald. Ég held að áhrifavald og mjúkt vald sé allavega jafn mikilvægt og hart vald. Og ég hef sagt að segja að fengið alveg nóg að átaka umræðu og átökum í þessu samfélagi. Og það sem ég var að segja að ég myndi sem forseti sannarlega vilja beita mér og ég mun hafa skoðun á svo til öllu, þið getið treyst í. En ég myndi vilja beita mér þannig að það þurfi sem sjaldnast til átaka að koma. Vegna þess að ég trúi sem mannustjóri og sem móðir, fyrir að ég skuli leyfa mér að nota það orð, að samtal og umræða sé til alls fyrst. Og við erum búin að temja okkur einhverja orðræðu eða einhverja nálgun á umræðu þessu samfélagi sem í upprópunum. Og við drögum í dilka. Og við reynum þannig að allt verður að átökum og ég bara komin tíma á nýjan tón hvað þetta varðar. Og það tónn sem ég myndi vilja standa fyrir. En það þýðir ekki, ég sé ekki með bein í nefið og þora að senda á móti strauminn.
Ég held að flestir töldu okkur galnar þegar við stofnuðum fjármálafyrirtæki vorið 2007 og sögðumst að leggja áherslu á kvenlægari gildi. Það var hlegið alla leiðin í hvern einasta banka á landinu. En við stóðum í lappirnar í hruninu og urðum ekki fyrir tjóni og enginn varð fyrir tjóni út af okkur vegna þess að við freistum því að standa í lappirnar en við tókum aðra og kannski kvenlægari nálgun á hlutinu. Eftir hringferðum landið ég algjörlega sannfærður og það annars ég gæti nefnt við þinni spurningun alveg að fólk bara búin að fá nóg af neikvæðni, átökum og árásum. Þetta eins og að búa í ofbeldis og einelti samfélagi alla daga þegar við höfum okkur svona. Og það bara komin tími til þess, þó við getum verið ákveðin og staðið í lappirnar og staðið fyrir okkar og það vissulega þörf á því meðan traustið á Alþingi svo lágt að gera það. En þá eigum við að leita leiða til að finna sátt og samstöðu í þessu samfélagi. Við erum 330.000 og við þurfum ekki að vera 330.000 Bjartur í sumarhúsum þó að hann sé frábær karakter. Sonur minn heitir Tómas Bjartur og það lítið Bjartur. En það allt í lagi að við fáum öll að hafa rödd. Ég ekki á móti því. Við höfum öll að fá að segja skoðanir okkar en við eigum að vera virðingu fyrir hvort öðru og það á að vera hægt að leysa stóran hluta þeim málum sem við þurfum að takast á í okkar samfélagi með samtali og umræðu og manneskjulegum aðferðum. Og þannig forseti vil ég vera. Það þýðir ekki maður hafi ekki skoðanir eða sé ekki tilbúin til að setja niður fótinn og standa fast í sínum prinsipum og fyrir hönd almennings í stórum málum sem varða framtíð okkar allra. En það þurfa auðvitað að vera og eiga að vera skýra leikreglur í samfélaginu. Og það á ekki að vera svona óljóst hvenær málskotsréttur fólksins í landinu virkjandi. Það á að vera skýrt í stjórnarskrá að mínum að. Spurningin að Fremstabæk svo. Já, ég til þetta. Og mér langar að spyrja þig svolítið í framhald af þessari umræðu, af því að ég finn fyrir þessu sem þú talar í fari þjóðar. Það situr í mér, hrunið, virkilega situr í mér. Mér finnst vera orðin mjög misskiptur auðum okkar, mér finnst það vera að aukast. Og að aukast. Kann ekki við setningar eins og að einhverstað verðum að fá peningar að vera og svo framvegis. Þú skoðar að, eins og ég skildi, að opna bestastaði og leiða fólk saman til að leiða hluti til lykta. Nú ekki laust við það að það eru völd, það eru valdablokkir í okkar landi sem að vinna hart fram sínum hagsmunum, að því að halda sínum hagsmunum. Og okkar sitjandi forseti hefur rætt að hann hafi fengið hitann og þungan af erfiðum málum þar sem hann þurfti að taka afstöðu. Hvernig sérðu fyrir þér að ná þessu fram? Breytingum. Já, eða opna bestastaði og taka umræðinni. Ná umræðinni án þess að þetta fari að landið fari að skiptast í fylkingar og fólk fari einmitt að gera þetta bragðið. Ég heldur reyndar að landið sé ekki eins skipt í fylkingar eins og orðræðan myndi gefa upp vegna þess að ég finn bara mikla samstöðu þegar ég fer að ræða við fólk í samfélaginu. Ég held eins og að það myndast gjá á milli þeirra sem ráða á fólksins í landinu. Þannig að nú ætla ég að henda boltanum aðeins tilbaka Hulda. Ég held að hvorki ég, einhver annar sem verður forseti, geti leyst úr þessu en ég held að þjóðin geti það. Ég sé fyrir mér að við séum að fara að staða í ferðalag sem að vantar fyrirliða eða leiðbeinanda eða kennara í sem fer fyrir þessum gildum sem við viljum sjá en virkjar allt samfélagið með sér. Og við búum í lýðræðis samfélagi og við fáum það Alþingi sem eigum skilið. Það nú einfaldlega þannig. Þannig að ég ætla að kasta boltanum svolítið tilbaka og segja við okkur, Íslendinga, það okkar ákvörðun hvort að við séum tilbúin til að fara og búa til það samfélag sem við viljum búa í. Og standa saman og standa í lappirnar í þeirri vegferð. Það enginn einn sem getur látið það gerast eða haft slík völd að hann eða hún látið það gerast. En samfélag sem stendur upp eins og við gerðum í kjölfar Panama-skjalanna, þá kom fólk úr öllum áttum og sýndi að þó að við gætum ekki verið stolt af kjörnum fulltrúum og hegðun þeirra, og þá ég ekki bara að tala lagalega eða skattalega hegðun, heldur forystufólk sem segir sig einhvern veginn úr samfélaginu sem að það býr í, að við sýndum styrk þá, við sögðum nei, ekki þessa hegðun, á friðsamlega máta. Þegar konur fóru í verkfall 24. október 1975, þá sýndu þær á friðsamlega máta að samfélagi gengur ekki upp án kvenna. Og samfélag misskiptingar og misskiptingar auðs, það smá saman fer út af sporinu. Horfiði á nýjustu mynd Michael Moore, sem reyndar Bandaríkin, sem heitir Where to Invade Next, og frú Vigdís og ég og fleiri góðir Íslendingar tjáum okkur aðeins í þessari mynd.
En það ekki þess vegna sem ég að horfa á hana. Þegar ég horfa á hana vegna þess að hún fjallar góðar hugmyndir sem Ameríka gæti lært af Evrópu. Og ég held að við getum lært margt af þessari mynd það hvernig samfélagið í Ameríku fór út af sporinu og ekki það sem það var og ameríski draumurinn ekki til. Reynum að verða fyrri til heldur en að við séum komin þangað sem samfélag. Og ég trúi því ef að kennarar standa upp, ef að foreldrar standa upp, ef að fólk úr öllum áttum sem við hættum að draga dilka og förum að einbeita orkunni í uppbyggingu og í heiðarlegt samfélag, í réttátt samfélag, í jafnrétti samfélag og berum virðingu fyrir því að við höfum kannski ólíkar skoðanir hvernig við komumst þangað en getum verið sammála grunninn. Þá held ég að við komumst þangað. En það engin ein manneskja sem að gera þetta. Það þarf allt samfélagið að taka ákvörðun að það sé þess virði. Og þá eigum við að horfa í spegil og segja hvað ætlum við að skilja eftir fyrir börnum? Hvers konar samfélagi ætlum við að búa til fyrir börnum okkar og barnabörnum okkar? Og það risastór spurning. Og ég held í dag því miður séu margir bara svona þetta bara svona. En það ekki nógu gott. Við þurfum að, og ég var líka dálítið þar, þegar það var skorað á mig að bjóða mig fram, þá var ég mér láti bara verið í friði, ég vil bara fá að geta verið í joggingbuxum út í búð og ég get það ekki. Og svo hafði ég miklar áhyggjur að ég get ekki verið lengur í sund og við spurðum gaman að vera í sund. En landisvinkona sagði mér að fyrir forsetarna búið að hægt að vera í sund. Ég að fara mjög mikið í sund í frambúðinni og ef ég verð forsetar þegar líka fara í sund. Og fara á fimleikaæfingar og standa á hliðarlínunni hjá Breiðabliki. Þess að forseti Íslands á ekki að vera yfir aðra hafin. Hann á að hluta samfélaginu og hann á að virkja samfélaginu mest sér í verkefni. En ekki, og vera fyrirliði í því, en ekki halda að hann eða hún sé yfir eitthvað gott í þessu samfélagi hafi. Þannig að ég kasta boltanum pínu tilbaka að þetta. Það er gott að vita góðum grannfar sem getur lagt endur á blóm. Erum við fleiri spurningar í salnum? Endilega, Salurinn gengur fyrir litur. Salurinn gengur fyrir, það býður, já, gerð svo vel. Ég er velta fyrir mig með þessa þjóðfundi. Já. Þau myndu semst fá einhverjar ákveðnar hugmyndir á þessum fundum. En hvernig myndu þau koma þannig vekk saman út í samfélagi aftur? Mjög góð spurning og þarna komum við alltaf að þessari vandasömu línu á milli þess að forseti ekki með framkvæmdarvald. Það alveg staðurinn. En bara svo ég útskýri aðeins þjóðfundin sem við héldum 2009, þá unnum við 9 sem komum að þessu uppalega og koma þessu á koppinn að aðferðafræði við umræðu sem mjög uppbyggileg. Þannig að þarna sátu manneskjur á aldrinum 18 til 80 ára úr öllum áttum og gátu allt manneskjulegt og uppbyggilegt samtal vegna þess að aðferðafræðin góð. Og hugmyndin á bak við þann fund var við vorum ekki að ræða leiðirnar. Þarna vorum við að ræða framtíðarsýnina og grunngildin. Og ég sé fyrir mér að þjóðfundurnir verði ekki endilega leiðirnar því að það fellur á framkvæmdasviði, heldur framtíðarsýnina og svona áherslurnar og ramman í kringum okkar sýn á hvern málaflokk. Það það sem mikilvægast að ræða til þess að leiðirnar falli þar innan. Svo það okkar sem samfélags að kjósa fólkið á Alþingi sem við trúum að séu með leiðirnar sem að falla innan þessu ramma sem við sem samfélag erum búin að búa til. Svona virkar þetta í góðum fyrirtækjum, að það einhvers konar framtíðarsýn sem að ef hún vel gerð þá taka allir starfsmenn þátt í að móta hana og það eru grunngildi. En síðan eru framkvæmdastjórar og stjórnendur sem þurfa að taka ákvarðanir allt sem að gerist, en það þarf að vera innan þessara hugmyndafræði. Þannig að ég að sjá þjóðfundina sem hugmyndafræðilegt kort fyrir framkvæmdarvaldið okkar frá þjóðinni sjálf. Þú þá að nota áhrifavaldið. Það áhrifavaldið og það mikið. Áhrifavaldið getur verið gríðarlega mikið. Og ætlum þið að segja mér að kjörnir fulltrúar sem ekki vilja að taka tillit til þess sem að þjóðin sjálf sest niður til að vinna og víðtækt gáttagöng. Ég ætla að trúa því þó ég hafi líka átt mína daga þar sem ég var fyrir verulegum vonbrigðum yfir gjöf þjóðarinnar á þjóðfundi 2009 og hversu lítið var unnið með það á vettvangi stjórnmála. En til varnar þeirra sem þar sátu, hvaða flokki sem þau komu úr, að þá vorum við á slysstað á þessum tíma. Það var verið að sauma að sárum og reyna að koma í veg fyrir að slaga þeim blætti út og svo framvegis. Við vorum á erfiðum tíma. Og það kom mjög margt út úr þessum fundi, því að ég held að vinna stjórnlagaráðs og seinni þjóðfundur hefði ekki orðið, ef þessi sjálfsprotni þjóðfundur hefði ekki fyrst lagt tóninn. Þannig að breytingar taka tíma og ég ætla ekki að standa hér í dag og segja á einu ári verði ég forseti þá bara allt komið í lag, það óraunhæft. Ég held að þetta sé langtíma vegferð
sem krefst víðtækrar þátttöku og samtals. Og ég sé fyrir mig minnst að kosti 8 ára plan fyrir þessa umræðu og til að móta okkar framtíð saman. En ég held að þetta sé eina leiðin til að byggja upp traust og til að fólk upplifi að það sé að búa til samfélag sem það vill búa í. Ég held að þetta sé eina raunhæfa leiðin. Og þeir sem voru á þjóðfundi, voru einhverjir hérna á þjóðfundi 2009? Já. Einhver orð upplifunina? Ég var á þjóðfundi, ég bauð mig fram í bar, annar baki, ég var ekki á borðinu. Já. En það var alveg ótrúlega mikið og ég áttaði upplifun að fá að taka þátt í þetta. Ég bara mjög þakklátur fyrir það. Já. Það var ótrúlega dagur. Ég sagði í lok þessa dags og ég hefði viljað setja þessa orku á flöskur eða í pillur eða eitthvað. Það var allt hægt þennan dag. Það var svo, og svona leið mér líka. Þegar við sungum og Guðs land, ekki bara ég kom heim, heldur líka þjóðsöngin okkar fyrir leikinn á móti Portúgal, það var bara allt hægt. Þetta var bara samtakamáttur og samstaða og kraftur og trú og allir sem hlutir sem skipta máli. Það var ekki verið að ofurtrú á vondum grunni, ég er ekki að tala fyrir því, en bjartsýni skiptir máli og það líður flestum betur þar. Ég með eina mjög áhugaverða af netinu. Já. Er manneskja með bakgrunn og viðskiptarífinu vel til þess fallin að verða forseti og af hverju ertu tengd við Baug? Góð spurning. Af hverju er ég tengd við Baug? Aldrei unnið aldrei átt hlutabréfar, ég stýrði einu sinni fundi fyrir Baug. Ég hef verið kallað Baugs klappstýra og starfsmaður Baugs og ég veit í hvaðna. Ég hef stýrt fundum, ég er vinsæll fundarstjóri og hef stýrt fundum fyrir mjög marga. En þannig að tengingin við Baug er ekki meira en svo ég hef stýrt fundi fyrir þau eins og vel flest önnur fyrirtæki bæði þegar ég var háskólakennari og þetta ár sem ég var framkvæmdastjóri viðskiptaráðs. Ég held reyndar á þeim tímamótum sem við stöndum á í dag sé það heppilegt að koma og skilja viðskiptalífið og fjármálakerfið. Og þá er ég ekki að tala fyrir því að ég sé sammála öllu sem á sér stað þar, heldur einmitt að ég þekki það og hef verið mjög gagnrýnin. Ég fór ásamt öðrum, sagði upp störfum eftir tæpt ár sem framkvæmdastjóri viðskiptaráðs til að stofna eigið fyrirtæki vorið 2007 á grunni annarra gilda. Og ég hef alla tíð, í öll árin og undan sem kennari á Háskólanum í Reykjavík og öll árin síðan verið talsmanneskja þess að fyrirtæki gangi fram með öðrum hætti, með samfélagslega ábyrgari hætti. Og því miður þá tók hérna kenning Milton Friedmans yfir allt og allt í einu fórum við inn í einhvers konar tímabil í okkar lífi þar sem að hagnaður, fjárhagslegur arður til hluthafa var það eina sem skipti máli. Ég hef aldrei keypt eða kennt þá kenningu. Þess að ég trúi því að við eigum að mæla miklu meira en fjárhagslegan arð. Við eigum alltaf að ganga fram og hugsa okkar áhrif á samfélagið og umhverfið. Og það gerðu athafnamenn og þær fáu konur sem tóku þátt í að móta okkar atvinnulíf í langan tíma. Allavega vann ég á slíkum fyrirtækjum í æsku og þegar ég var yngri. En það gerðist eitthvað og við fórum út á sporinu þarna. Talandi það, þá fórum við jafnvel út á sporinu sem samfélag. Við fórum að horfa á hagvöxt sem eina mælikvarðan fyrir samfélagið okkar. Og það er bara of þröng skilgreining. Ég hef haldið fyrirlestur þetta út allan heim. Og munurinn á, en ég skil að fólk hafi efasemdir eitthvað sem kemur á viðskiptalífi. Því að traustið á viðskiptalífinu er lágt, alveg eins og á stjórnvöldum. Það er bara lágt traust í samfélaginu á öllum. Og því miður fer forseta framboðsumræðan allt of mikið út á það hvað einhver hefur gert einhvern tímann og allt of lítið það þess fyrir hvað við viljum standa og hvert við viljum fara. Þegar við eigum að draga lærdóm af efnahagshruninu og öllum mistökunum sem við gerðum. Og við erum svo vel í stakk búin í þessu litla landi til að byggja til dæmis betra fjármálakerfi, heilbrigðara viðskiptalíf. Þetta er lítið land, við getum orðið öðrum fyrirmynd í þessu. En ég óttast að suma daga séum við að endurtaka mistök fortíðar. Og ég held að það sé bara ákveðin trúverðugleiki í því að koma úr þessari átt og geta gagnrýnt þetta. En svo er ég nú mikið meira heldur en úr viðskiptalífinu. Ég var nú háskólakennari mjög lengi og ég hef alla tíð unnið með samfélagsleg markmið að leiðarljósi því að það er samfélagið og breytingar og því sem ég brenn fyrir. Kannski svo mikið að sumir verða hálf hræddir með mig vegna þess að sumir vilja eitthvað breytingar. En ég segi bara engar breytingar, það er hættulegt fyrir okkur í dag. En að því við erum alltaf að hugsa að spara og fara vel með. Já. Þá þetta mjög að Davíð Oddsson treysti þér í þetta starf fyrir fjórðungslaun. Getur þú skákað því? Ég forseta útsölu. Við Andrisnær gerðum nú grínaði einhvers staðar. Við ætlum kannski að bjóða annað forsetatilboð, 2 fyrir 1. Þessi forsetatilboð, hann er nú ekki bara að vinna fyrir fjórðungslaun. Og ef hann hefur náð að selja einhverjum þá hugmynd að hann er með vel yfir 1 milljón.
á eftirlaunum nú þegar hjá okkur. Ég hef aldrei verið á launum hjá ríkinu og þetta var stærsta hindrunin fyrir mig að bjóða mig fram, ef ég segir alveg svo að fara að vinna hjá hinu opinbera. Mér fannst það mjög erfitt og ég hef verið að mamma getur staðfest það þegar ég var 16 ára og hafði hærri laun en hún sem að vinna næstu 2 áratugi eða allavega vel rúman áratugi hjá ríkinu og ég var komið hærri laun að vinna sumarstarfi á heilsunni, þá horfði mamma á mig og var eitthvað svona hnýtt í mig með það og þá sagði ég vil aldrei vinna hjá ríkinu. En þegar mér fannst hún fá svo lélega. Ég held að forsetaframbjóðandi sem að byrja þarf að segja að það vera útsölu, finnst það bara svo ótrúverður þegar ég var alveg heiðarlegt. Þannig að ég get alveg fullvissaði það að ég mun vinna fyrir allan peningin og skapa miklu meiri verðmæti heldur en það mun kosta þjóðina að hafa mig á laun. Og það held ég að skipti máli, að vera duglegur. Við höfum tíma fyrir eina spurningu Sally viðbót. Hver ætlar að bjóða best? Ég meina hérna. Já. Ef þú nær kjöri, hvað viltu sjá þegar þú horfir tilbaka að lokinni forsetatíðinni? Að þjóðin hafi unnið saman að því að búa þetta til samfélag sem við getum verið stolt af og verið til fyrirmyndar í því að hér sé jafnrétti fyrir alla og við séum búin að byggja það sjálfbært atvinnulíf hér að bæði efnahagslega og loftslagslega sé horft til Íslands sem fyrirmyndar í heiminum. Þá verði ég rosalega stolt. Ef ekki láta þetta vera lokaorðið í kvöld. Gleðilega 19. júní og ef þið hafið spurningar þá er netið áfram kosningaskrifstofan opin og svo byrði ég ykkur bara haus, hjarta og hendur í kjörklefanum og ég þarf hjálp. Það er engin stjórnmálaflokkur eða fjölmiðill að vinna en við ætlum að taka magnaðan lokaskref þannig að þið sem trúið hjálpið mér að auka í liðinu. Takk!